Nú ætlum við að skoða frumtölur og samsettar tölur. Finndu alla þættina sem mynda þessar tölur. Þættir í tölum er hvernig við getum myndað þessar tölur sem margfeldi. Og við byrjum á fyrstu tölunni 6. Við getum skrifað náttúrulega 6 sem 1 sinni 6 og 2 sinnum 3. En er eitthvað meira? Geti ég hugsanlega búið til 6 öðruvísi með því að margfalda saman heilar tölur. Náttúrulega endalaust margir möguleikar á brotamargföldunina. Nei, þannig að þættirnir í 6 eru 1, 2, 3 og 6. 24, ég get sagt 1 sinni 24, 2 sinnum 12, 3 sinnum 8, 4 sinnum 6, get ég sagt 5 sinnum? Nei. 6 sinnum, þá er ég komin í 6 sinnum 4, ég skiptir engum máli þegar ég breyti röðinni við. 7 sinnum, nei, 8 sinnum, þá er ég komið með það. Þetta er komið hjá mér, af því ég er komið með 2 sinnum 12 líka. Þannig að hér er þetta ansi mikið. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 og 24. 35. Hér gengur 2 ekki 3. Ég hef náttúrulega gert 1 sinni 35, byrja alltaf á því. Ekki 2, ekki 3, ekki 4, en 5 gengur. En ekki 6, ekki, ég er búið með 7, 8, það er ekki þetta að gera 2 sinni því þetta er ekki sléttala, það er ekkert meira. 1 sinnum 5 sinnum 7 sinnum 35. Þá er það síðastalan 55. Ég get gert 1 sinni 55. 1 gengur ekki, 2 gengur ekki, 1 gengur sér ekki, 2 ekki, 3. 5 gengur eins og áðan, ekki 4, en 5 gengur, 5 sinnum 11. Og þar er ég bara komin út að enda. 1 sinnum 5 sinnum 11 sinnum 55. Af hverju ég veit að ég er stopp hérna, sýni ykkur pínlítið á eftir. Hvort eftirfarandi tölur frumtölur eða samsettar tölur? Það er nefnilega það sem við þurfum að vita til þess að vera flinki í því sem við vorum að gera áðan. Frumtölur eru tölur sem að eiga sér enga deila nema 1 og talan sjálf. 1 er margföldunar hlutlaus og telst ekki með sem frumtala, en frumtölurnar eru 2, bara þetta sé 1 sinni 2, ekkert annað. 3, 1 sinni 3, ekkert að búið til 3 öðruvísi í margföldun. 4 er ekki frumtala því að 2 og 2 eru 4. 5 er frumtala, ekki 6, af því að 2 og 3 eru 6. 7, ekki 8, ekki 9, 3 og 3, ekki 10, 11, 13, 17, 19 og svo framvegis. Þetta eru tölur sem ég get ekki búið til með margföldun nema margfaldaðar við 1. Og við sjáum strax að þetta er 2 sinnum 3, ekki frumtala. Þetta er sem sagt samsett tala. 11 er í listanum, frumtala, en ekki hægt að búið til 11 í margföldun. Hvað með 31? Er 31 í einhverju margföldunartöflu? Ég kláraði bara upp í 19 hérna áðan. Næsta tala eftir 19 er 23, svo kemur 27 og svo 29, nei ekki 27, 29 og 31, 31 er frumtala. Ekki 39 því að 3 var 13 er 39, þetta er samsett tala. Ekki 77, 7 sinnum 11 og ekki 82, af því að 2 er 41. 41 er að vísu frumtala, en 2 og 41 er samsett tala. Og það er þannig, sjáðu tölurna sem eru hérna. Hvað eru margar sléttar tölur hérna? Það er bara 2. Það er eina slétta frumtala. Því að 2 gengur upp í allar aðra sléttar tölur sem eru hærri en 2 og þær eru þar af leiðandi ekki frumtölur. Finndu alla frumtölu þættin í þessum tölum. Þá þurfum að gera eins og áðan. 12 er 1 sinni 12, 1 er ekki frumtala, ekki 12, þannig að ég nota það ekki.
12 var tvisvar sinnum 6 og þrisvar sinnum 4. En þarna eru bara 2 og 3 sem eru frumtölur. En ef ég ætla að brjóta, sem sagt, og það skiptir engu máli hvort ég geri, því ég get brotið upp hérna, til dæmis 4 er 2 sinnum 2, þannig getur 3 sinnum 2 sinnum 2. Og þá er ég komið með eitthvað sem við kallum frumþáttun. Ég er búinn að frumþátta töluna 12 niður í frumtölu margföldun eins og þið sjáið hér. Og þetta eru þá frumtölu þættirnir í þessari tölu. 26, ég get bara gert 2 sinnum 13. En 2 og 13 eru frumtölur. Þannig ég kemst ekkert lengra. 49, það er bara 7 sinnum 7. Það eru frumtölur. Þannig ég kemst ekki lengra og 121 er 11 sinnum 11 og ég kemst ekki lengra. Þetta er snúnara þegar ég er með tölur eins og til dæmis 24. Af því hér eru deilarnir svolítið margir og þarna verður þetta 2 sinnum. Þá fæ ég 12 sinnum 2 sinnum 2 sinnum 3. Og þetta getur orðið ansi leiðinlegar tölur.